Já, það gerist ekki oft að lömb séu alveg á hvolfi, en þau eru mjög oft eitthvað skökk út á hlið. Með lömb sem eru á hvolfi, þá veit maður oft ekki þegar maður byrjar í hvora áttina lambið vill snúast, ef svo má segja. Stundum virkar að fara inn með hægri höndina og snúa lambinu, en stundum er það bara mjög erfitt og virkar allt öfugt. Þannig að þá er hægt að skipta um hönd og prófa hvort það gengur betur á hinn veginn. Það skiptir miklu máli að vera ekki að fara á móti þeim snúningi sem að lambið vill frekar taka á leiðinni út. Það er vissulega hægt að reyna að snúa lömbum sem eru á hvolfi með því að vinda upp á framfætur, en gallinn við það er að framfætur er ekki festir við hryggsúlu með lið, heldur er herðablaðið einungis tengt við skrokkinn með vöðvum og sínum og vöðvafestingum. Þannig að það er svolítið erfitt að ætla sér að vinda upp á hryggsúluna, og það sem er lykilatriði til þess að snúa lömbum og kálfum í móðurkviði er að ná að vinda upp á hryggsúluna svo að lambið snúist. Og persónulega finnst mér betra að ná einhvers konar taki á þá hryggsúlunni, til dæmis með að halda hérna við, því að þá þegar að átakið ef hann tekur snúningin eða krafturinn hjá manni fer í hryggsúluna, þegar maður ýtir þá vinnst upp á allt saman. En ef við hugsum síðan að maður sé bara að taka í framlöppina og kemur með átakið, þá verður alltaf mikill slaki á herðablaðinu, því að sjálfsögðu eins og við vitum þá gefa vöðvarnir og sinarnar aðeins eftir. Þannig að það næst ekki alveg nógu mikill kraftur í að vinda upp á hryggsúluna. Þá bætti það við enn einu verkefninu með því að snúa síðan höfðinu aftur á meðan það var undið upp á það. En þá þurfti að finna höfuðið, rétta það, og svo þegar það var búið, þá var hægt að hefjast handa við að koma því út. Já, hér er lamb sem er á hvolfi og gerum ráð fyrir að ég sé búin að finna að lambið er á hvolfi. Þá fer ég inn, tek vírinn með mér og reyni að koma honum hérna aftur fyrir eyrun eða hornin. Best að hafa horn, því að þá er vírinn fastur, og svo er ég með hendin sem er úti, stjórnar því að það er alltaf smá tog á vírnum til þess að það sé minni líkur á að hann fari af, því að um leið og kemur slaki þá er hætta á að vírinn skreppi af. Svo held ég hæfilegri spennu og sný hausnum á lambinu, þannig að það kemur hérna nær grindinni, og oft þarf að fara auðvitað passa að fæturnir komi báðir með. Oft þarf að fara svona undir með litla fingri
undir fæturna til að ná þeim báðum með og undir kjálkann og ná hausnum hérna aftur í grindina. Og þá venjulega maður nær að snúa hausnum og koma honum á réttan snúning út í grindina, þá snýst ofan af skrokknum í leiðinni og maður getur dregið lambið út. Þetta er reyndar svolítið fast, en já.